Sæl og verið velkomin aftur í Masterclass í aktivisma. Hér koma aktivistar og baráttufólk sem koma með sína sögur, reynslu og markmið í sínum baráttum fyrir jafnrétti og réttindum annarra. Þessi fyrirlestrar eru í boði sósíalískru menntakommúnunnar og verða á 2 vikna fresti. Fyrir 2 vikum kom hér Hörður Torfason sem talaði sína baráttu fyrir jafnréttindi samkynhneigðra og að breyta áliti á samkynhneigðum á Íslandi. Og núna í dag kemur Sema Erla Serdar sem hefur barist gegn rasisma og fyrir réttindum flóttafólks. Vertu velkomin. Takk fyrir. Góðan daginn. Eins og hefur komið fram, þá heiti ég Sema og ég ætla að fjalla, svona í bland kannski Solaris samtökin sem ég stofnaði fyrir 5 árum síðan og sem felur í sig baráttuna fyrir réttindi fólks á flótta og í bland kannski við svona einmitt baráttuna gegn rasisma og fordómum sem hefur svona orðið hálfgerður hluti af mínu lífi samhliða því að berjast fyrir réttindum flóttafólks og ég ætla kannski að byrja bara aðeins á byrjun. Hver er ég? Jú, ég er Íslendingur og er Tyrki. Ég er fædd á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri fyrir 35 árum síðan. Ég veit ekki hvort þið sjáið það alveg en þetta er sérst fæðingarvottorðið mitt hérna. Mynd af því sem ég hef birt áður opinberlega. Ég er skírð og ég er fermd aftur. Hér er fermingamyndin mín sem ég birti einhvern tímann opinberlega til að aðeins svona stríða fólkinu sem hefur gaman að því að pikka í mig. Nú og ég er skráð utan trúfélaga í þjóðskrá og Halimal er ekki pabbi minn. Þetta eru svona spurningarnar sem fólk hefur mikinn áhuga á að spyrja út í þegar það hittir mig og það veltir rosalega mikið fyrir sér mörgum af þessum þáttum. Fólk sem sagt hittir mig ekki heldur þekkir mig annars staðar frá. Ég hef vissulega ekki gefið út neina yfirlýsingu mína trú eins og hann Helgi Helgason í Íslensku þjóðfylkingunni nefnir hér og skrifar en það er vissulega þannig. En ég er líka margt annað heldur en Íslendingur, Tyrki, trúlaus sem var einu sinni skírð og fermd. Ég hef búið í Edinborg þar sem ég lærði, ég hef búið í Brussel þar sem ég starfaði, bý í dag í Reykjavík með hundunum mínum 2 og manninum mínum. Ég hef gaman að fótbolta eins og kannski sést aðeins á þessum myndum. Ég hef líka mjög gaman að lesa. Ég er nýútskrifuð og meistaranámi í tómstunda- og félagsmálafræði. Ég er líka stundum bara buguð eins og þessari mynd en ég starfa bæði sem aðjúnkt á menntavísindasviði Háskóla Íslands og hjá samtökum sem heita Æskulýðsvettvangurinn sem vinna fræðslu og forvarnarmálum í íþrótta- og æskulýðsstarfi. Þannig ég er bara eins og við öll, alls konar, með mín áhugamál og í minni vinnu og félagsstarfi. En það er vissulega önnur mynd sem sumt fólk hefur af mér. Það sér mig kannski ekki sem þessa persónu sem ég var að lýsa hérna áðan, heldur frekar sem, hér er talað að ég sé íslamisti og ISISisti, ég sé morðingi, ég er múslima djöfull, ég er arabatussa, ég er ógeðsleg, ég er óvinur Íslendinga, múslimi þó ég segist ekki vera það, Ottoman kvikindi, Hildur ætlar að flagga þegar ég verð send úr landi með íslenska fánanum, sem hættuleg íslenskri menningu og lífsstíl Íslendinga. Þannig það er vissulega svona kannski önnur sem fólk hefur af mér og þó að ég sé að sýna það hérna, ég sé skráð utan trúfélag og eitthvað svoleiðis, þá má auðvitað ekki minnskilja orð mín eins og ég kipp mér eitthvað upp í það þó fólk halda ég sé, eða heldur því fram að ég sé múslimi. Það
það ekkert svo sem skiptir mig neinu máli. Þetta kannski líka bara svona ég að pöngast í þessum hópi fólks að vera fyndin og birta fermingamyndina mína. Já, ég held sem sagt líka að ég sé rosalega fyndin. En svo bara diltu það eins og allt annað. En þið skrifið upp á það er mjög gott, frábært. Þá held ég áfram að reyna að vera fyndin. En já, þannig að þetta svona kannski ég og mitt líf í mjög myndrænu og stuttri yfirferð. En ég nú kannski meira til þess að tala svona, hvað ég segja, minn aktivisma, mín störf með Solaris og baráttuna fyrir réttindum fólks á flótta. En eins og ég sagði áðan, Solaris eru sem sagt hjálparsamtök fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi. Þau voru stofnuð í janúar 2017, sem þýðir að við erum 5 ára núna í janúar 2022. Það alveg ótrúlegt þegar maður staldrar við og hugsar að það séu 5 ár síðan þessi samtök voru stofnuð. Mér finnst eins og það hafi bara gerst í gær. Eflaust vegna þess að við höfum ekki stoppað, baráttan hefur ekki stoppað og hún verður eiginlega bara erfiðari og erfiðari. En kannski aðeins svona af því það ekkert þannig að ég bara vaknaði daginn og ákvað bara jæja, nú ætla ég að stofna samtök, ég ætla að gera þessa baráttu að minni baráttu og fara út í þetta. Þetta náttúrulega eitthvað sem bara gerist oftar en ekki. Það kannski ekki alveg þannig að maður skipuleggur það eða ákveður það. Og aðdragandinn sá að það var sem sagt 2016 haustið þar sem þessi frétt birtist í Stundinni sem fjallaði það að hælisleitendur í Reykjavík borða á gólfinu. Fréttin fjallaði það að það var búsetuúrræði í Reykjavík þar sem bjuggu 30 umsækjendur alþjóðlega vernd og það voru hvorki stólar né borð í þessu húsnæði sem gerir það að verkum að fólk til dæmis sat á gólfinu þegar það var að borða mat og það var margt annað sem var að þarna. Það var til dæmis ekki verið að hafa fyrir því að taka ruslið og margt annað. Það sem í rauninni hjá mér var þetta bara hreinlega þannig að ég sá þessa frétt, mér misbauð þetta, mér fannst bara eitthvað óþægilegt að sitja heima á mér að borða mat við borðið og vitandi að það ekki allir í þeirri stöðu og hugsaði bara hvað get ég gert og ég hugsaði bara ok, ég á 4 eldhússtóla sem ég ekki að nota, ég get alveg látið þá. Og það sem ég gerði var í raun að ég fór bara á Facebook og sendi út svona smá neyðarkall að þarna væru aðstæður sem væri ekki nokkur mannesku bjóðandi og hvort það væri ekki eitthvað fólk sem ætti stóla eða borð til þess að koma þeim til aðstöðar. Og það vissulega lá ekki á viðbrögðunum og ég og Margrét vinkona mín við sem sagt fórum og bönkuðum upp á hjá einstaklingunum sem þarna bjuggu og sögðu að við hefðum lesið þessa frétt og við vildum aðstoða og spurðu hvort við mættum koma inn og sáum að það var vissulega sem var líka þarna að. Vissulega voru ekki borðið að stólar, það var heldur ekkert til að geyma fatnað í, það voru brotnir gluggar, það var mygla í eldhúsinu, það voru bilaðir ofnar. Þarna var fólk sem átti ekki skó, aðrir sem átti ekki nærföt og það var bara, þarna var fólk sem þurfti á aðstoð að halda. Þetta var Skeggjagata í Reykjavík og Skeggjagata í Reykjavík en þarna eru ekki umsækjendur alþjóðlega vernd held ég í dag. En það með hópi góðs fólks þá tókst okkur nú að bæta aðstæður þarna þó nokkuð. Vissulega fórum við borð og stóla og fengum fólk til að aðstoða okkur með að laga það sem var hægt að laga eins og bilaða ofna og við aðstöðum með fatnað og annað eins og við gátum og þetta var bara svona alveg þokkalegt þegar við vorum búin að gera það sem við gátum þarna.
En svo þetta kom bara í ljós að þetta var vissulega eitt úrræði, þau eru fleiri og það margt sem að í þessum úrræðum og svo auðvitað líka margt annað heldur en einungis í úrræðunum. Það bara kerfið í kringum fólk á flótta. Þannig að ég auðvitað hugsaði bara þetta bara eitt skref í þessu og þetta ekki verkefni fyrir einn eða tvo, þannig að næsta skref var þá hreinlega að stofna hjálparsamtök eða stofna samtök utan þá vinnu að koma þessum hópi fólks til aðstoðar. Og kannski bara svona sem var það að Solaris-samtökin eru stofnuð þarna í janúar 2017, stuttu seinna. Og þetta kannski svona þríþættur tilgangur með samtökunum. Það auðvitað fyrst og fremst að bregðast við þessari neyð sem umsækjendur um alþjóðlega vernd búa við á Íslandi. Það felst meðal annars í þessum bágu aðstæðum. Það líka birtist okkur sem félagsleg einangrun og skortur á aðgengi að mikilvægri þjónustu eins og til dæmis heilbrigðisþjónustu. Og við viljum auðvitað líka samhliða þessu vinna því markmiði að hreinlega stuðla að úrbótum í málefnum fólks á flótta á Íslandi. Þannig að mögulega minnki þá þessi neyð sem við erum að bregðast við og stuðla að því að mannúð og mannréttindi séu höfð að leiðarljósi í málefnum fólks á flótta. Og það gerum við með því að fyrir bættri stöðu þeirra og að mannréttindi og í rauninni þeirra grundvallarréttindi séu virt, sem við svo sem vitum að sé ekki alltaf þannig. Annað sem við gerum, það að við tökum skýra afstöðu gegn öllum birtingamyndum fordóma og rasisma í garð fólks á flótta og við viljum berjast gegn hvers konar mismunun, óréttlæti og öfgum sem beinast að þeim og við höfnum í rauninni öllum málflutningi sem ýtir undir slíkt. Og við auðvitað leggjum áherslu á það í okkar starfi að íslensku stjórnvöldum beri vissulega lagaleg skylda vegna okkar skuldbindinga til þess að taka vel á móti fólki á flótta, en við teljum að þeim beri vissulega líka siðferðisleg skylda til þess og vernda jaðarsetta hópa eins og fólk á flótta gegn mismunun og fordómum. En kannski, hvers konar aðstoð þetta? Ég hef svo sem tekið dæmi hérna með skeggjagötuna, en þetta auðvitað alls konar neyðar aðstoð. Við aðstofum með að útvega til dæmis fatnað, lyf, matvöru, gleraugu eða aðrar nauðsynjar sem öllum nauðsynlegar til þess að komast í gegnum daginn. Nú hefur það til dæmis verið þannig að Útlendingastofnun greiðir ekki gleraugu fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. Ég persónulega kemst bara ekki með gleraugu, en ég hef bara séð þá ekki, þannig að það skuli ekki vera að tali sem nauðsynjar vara auðvitað óskiljanlegt. Við aðstofum líka með lögfræðiþjónustu og heilbrigðisþjónustu eins og við getum. Það getur til dæmis falið í sér sálfræðiaðstoð fyrir börn. Þau bíða oft eins og önnur börn mjög lengi eftir því að hitta sálfræðinga og það hefur bara mjög erfitt fyrir þau mörg hver. En síðan kannski svona, hér ég með dæmi, að ég nefndi fatnað, hér stofan og eldhúsin hjá mér undirlagt af fatnaði. Þetta var nokkra vetur svona. Það kannski vert að taka fram að Solaris auðvitað sjálfboðaliða samtök. Við öll okkar störf á þess að taka fyrir það peninga og við gerum í rauninni ekkert án stuðnings almennings og fjárstuðning almennings. Við tökum ekki neinum styrkjum frá ríkinu eða neinu slíkt. Allir peningar sem við höfum til þess að vinna úr eru frjáls framlög frá fólki og allir fjármunir fara beint út aftur í þessa neyðar aðstoð. Við leigjum ekki skrifstofu eða neitt slíkt. Ég vil bara peningarnir fari 100% beint áfram í það sem maður virkilega þarf. Þannig að við notum líka alls konar leiðir. Þarna
af markaði sem við heldum eitt sumarið, þar sem að við seldum áfram það sem okkur var gefið. Og einni myndin eru stelpur sem eru að færa mér þess að söfnuðu í tombólu síðasta sumar. Þannig að þetta svona alls konar leiðir sem við reynum að fara í þessu og ég set líka hérna að þetta kannski eitt verkefni sem að mér farið að þykja mjög vænt það eru sem sagt vetrargjafir sem við færum öllum börnum sem hafa sótt vernd og eru á Íslandi í kringum jólin. Og þetta hafa verið svona 100 börn, við höfum verið að gera þetta núna í nokkur ár. Og aftur það setjum við að stað söfnun og notum það sem við náum að safna til þess að kaupa síðan gjafir handa börnunum og færum þeim í desember. Og þau voru sem sagt 200 núna þessi jólin, það 100% aukning frá því í fyrra. Þannig að þetta, það vissulega alltaf hreyfing í þessum málum og vissulega myndinu undan þá kannski kannist við einhverja af þessum myndum. Þetta eru allt myndir sem hafa birst áður, hluti af umfjöllunum sem hafa verið. Þarna til dæmis kona sem var komin 9 mánaða leið sem var flogið úr landi. Það þótti nauðsynlegt að brottvísa henni þegar hún var við það að fara að eiga barn. Þarna eru fleiri börn og fjölskyldur sem hafa verið með mál sitt, hafa komið með mál sitt. Og það kannski svona þetta þriðja sem við gerum og þetta þetta, eins og ég segi, þetta komið 5 ár, þetta starf náttúrulega alls konar, það þróast hratt og það svolítið þannig að við náttúrulega gerum bara það sem þarf að gera. Við erum ekkert að segja nei við einhverjum sem kemur að leita aðstoðar, en þetta kannski svona hefur þannig að þessi svona hlutverki eru orðin kannski helst 3 og það kannski þetta þriðja að við Solaris erum fyrst og fremst kannski vettvangur þar sem fólk á flótta getur komið sinni frásögn á framfæri og fólk leita þá kannski til okkar, það vill segja sína sögu, það vill koma inn á framfæri, vill tala við fjölmiðla, vill kannski sem verður kannski síðan til þess að það farið í undirskriftir og það eru mótmæla og samstöðufundir, þið kannast örugglega vita, hefur nú vonandi mætt, þetta nú orðin tölu á hvað þessir mótmæla eða samstöðufundir eru orðnir margir og kannski svona aftur að mér í þessu öllu saman og mínum aktivisma ég skýri hann og yfirleitt þannig að ég lít bara sjálfa mig sem verkfæri í öllu þessu. Þetta snýst ekkert mig. Ég bara verkfæri sem fólk getur notað ef það vill aðstoð til dæmis til þess að koma sinni frásögn á framfæri, ef það vantar aðstoð með málið sitt hjá yfirvöldum eða slíkt. Þannig að það náttúrulega bara, eins og segja, aftur eitthvað sem hefur bara einhvern veginn orðið og Gunnar Smári spurði mig, töluðum saman daginn, bara hvernig stæði á því að ég væri ennþá í þessu 5 ára seinna og ennþá bara standandi hreinlega og ég var bara, ég gat eiginlega ekkert svarað honum, það bara meira að segja tók á þegar hann spurði mig einhvern veginn en ég meina þið sjáu þessi börn hérna á þessu myndum, það fyrst og fremst svarið og hér til dæmis Leo litli, ég veit ekki hvort þið muni eftir honum var brottvísað seint árið 2017 ásamt foreldrum sínum og ófæddu systkini og við náðum nú að fylgja þeim eftir í einhver tíma, ég nú reyndar ekki heyrt af þeim lengur en ég veit til dæmis að þau voru tíma hreinlega bara sofandi í skógi í Frakklandi, þannig að þau voru ennþá á hreyfingu, ennþá á flótta og ég veit ekki til þess að það hafi eitthvað breyst, en þetta svona, ég nefni hans dæmi að því að það svona, þetta eitt af þeim sem situr eftir, að því vissulega kannski við höfum náð í þessum árangri eins og sést á þessum málum sem hafa komið upp, en við náum auðvitað ekkert 100% árangri, það eru börn sem fara og það fjöldi barna sem brottvísað frá Íslandi á ári hverju, 100 barna. Þannig að hann kannski svona líka, já, mín svona áminning að halda áfram, hann mín hvatning til þess að halda áfram þessari baráttu sem eins og ég segi langt í frá lokið og hér eru bara fleiri dæmi. Hérna erum við í horninu, hér eru allir grátandi á samstöðufundi
með Hani og Meri sem voru 2 systur sem átti að brottvísa og hér eru við fyrir utan dómsmálaráðuneytið, þar mættum við á hverjum einasta degi í rúma viku vegna sama máls. Myndin í hægri horninu efst fyrir utan stjórnarráðið þar sem að ríkisstjórnin var inni að funda á meðan egypska fjölskyldan svo kallega var í felum. Ég man ekki hvort þið muni eftir því. En þetta var svona áminning til þeirra og einmitt að því að ég nefni það, þá er það kannski svona ágætis dæmi líka kannski hvernig þetta alltaf þróast. Þarna erum við að tala að var 6 manna fjölskylda, þarna voru 4 börn með foreldra sínum sem hreinlega fóru í felur frá íslenskum stjórnvöldum og voru það í rúma viku á meðan við bara sem samfélag tókum höndum saman og gerðum allt sem mögulega gátu til þess að koma í veg fyrir að þeim yrði brottvísað frá Íslandi. Sem betur fer, sem svo varð raunin sem betur fer. Og set ég þessa mynd að þetta bara svona dæmið að við vorum einhvern veginn á öllum vettvöngum að vinna í þessu máli. Það voru herferðir á samfélagsmiðlum, við afhendum þáverandi ráðherra, mjög þykkan undirskriftar lista með undirskriftum. Það voru mótmælafundir, þannig að þið kannski þekkið þetta. En þetta auðvitað alls konar og bara svona til að gefa ykkur fleiri dæmi að þetta ekki bara börn og fjölskyldur, þetta eru líka einstaklingar sem að koma einir á flótta til Íslands og þetta til dæmis hópur sem að gleymist ansi oft. Hér til dæmis fullur bíll af grímum og spritti þegar COVID faraldurinn var svona á ákveðið skrið. Það var ekki verið að huga að sóttvörnum í úrræðum umsækjendum alþjóðlega vernd sem voru hátt í 100 saman í einu húsnæði, í öðru húsnæði voru þetta 30-40 saman og fleiri og færri í öðrum úrræðum. En þarna þó vildum ekki ástæða til þess að huga að sóttvörnum og þrátt fyrir ítrekkaðar ábendingar þar það var til þess að við bara tókum málin í okkar eigin hendur og fórum og keyptum fullt af sápu og spritti og grímum og fórum með til þeirra. Ég veit ekki hvort þið sjáu hvað að gerast þessar mynd. Þarna eru 4 lögreglu ofan á einum manni sem að mætti til Útlendingastofnunar til þess að sækja bólusetningarvottorð sitt. Var augljóslega lokkaður þangað á fölskum forsendum og var handtekinn og vísað úr landi á nokkurs fyrirvara. Ég svolítið að nefna Útlendingastofnun af því að það svona kannski, hvað maður segja, það okkar Útlendingastofnun og íslensk yfirvöld, þetta er það sem við erum að takast á við. Þannig að ég ætla ekki að segja óvinurinn en andstæðingurinn svolítið stór, hann ríkisvaldi. Þannig að þegar ég segi að það séu vissulega svona áfangasigrar alltaf, þá rosalega lítið af raunverulegum breytingum, jákvæðum sem hafa átt sér stað síðustu ár. Og það alveg ótrúlegt til dæmis bara að horfa upp á þróunina núna. Nú nýbúið að skipa nýjan formann kærunefndar útlendingamála. Í rauninni kærunefndin svo staður sem að flóttafólk getur áfrýjað ákvörðunum Útlendingastofnunar til. Þannig að ef þeir neita vernd, þá getur kært það til kærunefndarinnar sem á að skoða niðurstöðuna sem Útlendingastofnun hefur gefið í málinu. Og sem betur fyrir það stundum að þau snúa við ákvörðunum Útlendingastofnunar. Nú staðan hins vegar þannig að sá sem hefur rekið þessa grimmulegu, ómannúðlegu stefnu Útlendingastofnunar og stjórnvalda orðinn formaður kærunefndarinnar. Þannig að þetta það raun alveg ótrúlegt hvernig svona hluti getur bara gerst bara út frá stjórnsýslulögum, hvað þá einhverjum svona siðferðilegum hugmyndum. Nú enn og aftur búið að leggja fram nýjum útlendingalögum. Þetta eru sömu lögin enn og aftur sem búið að leggja fram á þinginu ítrekka núna síðustu ár. Þetta eru allavega síðustu 4 dómsmálaráðherrar Sjálfstæðisflokksins sem hafa lagt fram þetta
frumvarp, þetta sem sagt var bara komin í samráðsgáttina, við fengum bara ábendingu það í gær. Og þarna alltaf verið að þrengja að réttindum fólks. Það verið að gera fólki erfiðara með að fá vernd á Íslandi og nú til dæmis komin ný klaus inn í þessu lög sem að gefur lögreglu rétt til þess að þvinga umsækjendur vernd í líkamsrannsókn. Og þetta náttúrulega kannski komið til, ég meina þetta ótrúlegt að þetta sé einhvern veginn að gerast, en þetta til dæmis, það hægt að tengja þetta við COVID. Nú hefur ekki verið hægt að þvinga fólk í COVID-próf. Ég meina þarna bara verið að gefa lögreglu heimild til þess að þvinga fólk í líkamsrannsóknir sem eitthvað sem bara ekki að vera hægt. Þú getur ekki þvinga aðra mannesku í rannsókn sem felur í sig líkamlegt inngrip. En jú, það var bara að setja það í íslensk lög. Þannig já, þetta svona, þetta erfiður andstæðingur til þess að takast á við og vissulega það þannig að það ýmislegt sem að gerir erfiðara fyrir þetta. Það eru margir sem reyna að grafa málstafnum sem eru bara hreinlega hlynntir því að hér fái flóttafólk ekki vernd og tilbúið til þess að leggja sig fram opinberlega eða óopinberlega til þess að stuðla að því, og það eru til dæmis bara fjölmiðlar sem að gera það. Það eru þingmenn sem gera það. Það eru samtök nýnasista sem gera það. Bara dæmi hérna á þessum myndum. Þetta eru bara nokkur dæmi sem ég gat bara svona handvalið til þess að setja inn í þetta og það eiginlega bara alveg ótrúlegt. Þannig að já, það vissulega, þetta ekki einfalt. Og svo kannski aftur að spurningunni svona, já, hvernig maður, af hverju maður eða hvernig maður ennþá standandi, af því þetta vissulega þannig að eins og ég sýndi ykkur áðan að það þessi fylgifiskur sem kemur meðfram því. Ég meina það sem ég að gera að vera þetta verkfæri sem ég nefndi áðan, verkfæri fyrir fólk sem ekki í þeirri stöðu að geta komið málum sínum á framfæri. Ég bara verkfæri til þess að aðstoða þau við það. Það eitt finnst fólki bara eðlilegt að ráðast á mann, hvort sem það með skrifum eða líkamlegu ofbeldi. Ég meina þessi hatursorðræða, þessi rasismi og hreinlega þessar hótanir ofbeldi, nauðgun, morð, það ótrúlegt að segja að þetta sé bara svona, orðið bara hluti af því að vera ég, fattið þið hvað ég meina, bara svona, þetta bara hluti af mínu lífi og ég ætla ekki að segja að þetta sé eitthvað sem venjast eða bara láta ganga yfir sig. Það oft sagt svona, já, maður bara venst þessu og ég hef alveg sagt það sjálf, já, maður bara svona lærir að lifa með þessu. Það alltaf bara fráleitt. Þá enginn að læra að lifa með ofbeldi. Þannig að aftur hvernig maður var þessi aktívisti og allt það, þetta bara, ég meina hvernig hann hægt? Hvað á maður að gera við þetta annað en að berjast á móti þessu? Og ég hika til dæmis ekki við að endurbirta þessa þvælu. Ég meina ef að þér finnst bara eðlilegt að skrifa svona athugasemdir á netið eða senda mér einhver skilaboðum og ætlar að skjóta með fjölskyldunum mína, þá skalt þú bara svara fyrir það á þínum vettvangi og ég meina sumt þetta vissulega þannig að það hefur farið hreinlega bara til lögreglu og verið kært oftar en ekki fellt niður vegna þess að við erum ekki einu sinni með hatursglæpi skilgreinda í íslenskri löggjöf og við erum með lagagrein sem að kveður á svipa hluti og hatursorðræða, en hatursorðræða skrifuð ekki skilgreind í íslenskum lögum. Við erum rosalega langt og eftir til dæmis bara Norðurlöndunum í þessum efnum og ég segi alltaf það sama við aðra sem að búa við svona eða annars konar ofbeldi að bara skila skömminni. Ég meina þið ekki að sitja á þessu og bera þetta innra með ykkur vegna skömmin ekki mín hér, hún þeirra sem að haga sér svona og oftar en ekki þetta eina úrræði sem við höfum. Það hreinlega bara að skila þessu tilbaka þaðan sem þetta komið. Það svona kannski, já,
svo þetta náttúrulega bara þrjóskan líka, að ég meina, ég ætla ekki að leyfa Hannesi Hólmsteini og systum að vinna þetta fight. Það kemur ekkert til greina. Ég meina, það bara þannig að ég ætla ekki að hætta og leyfa rasistum og nínasistum að þagga niður í mér og minni baráttu, og sem mun þá bitna á þeim sem verið að berjast fyrir. Þannig að ég birti þetta bara því að þetta er svo merkilegt. Þetta er semst ársskýrsla nínasista samtaka á Íslandi. Sem sagt stuðaði nínasistana og Hannes Hólmstein. Þetta er sem sagt ég vogaði mér að segja að íslenskt samfélag væri fjölmenningarsamfélag, og það satt svona rosalega í þeim. Þannig að já, það er kannski svona, ég er búin að vera að hugsa svo mikið þessa spurningu frá því að spurði mig daginn, Gunnar Smári, bara hvernig fer það þessu? Og það er bara þetta, ég meina, þeir fá ekki að vinna. Og eins og ég segi, við munum bara halda áfram. Þetta er orðin 5 ár hjá mér og Solaris, og baráttan sé vissulega lengri og eldri, og áskoranirnar, það er bara að verða stærri og fleiri. En ég bara trúi því svo virkilega að við sem samfélag samþykjum ekki þessa hluti. Ég meina, við sem samfélag, við viljum veita fólki á flótta vernd hér á landi. Við samþykjum ekki rasisma og hatursorðræðu, og það þetta þannig, eins og ég sagði, allt sem til dæmis Solaris gerir, allt það sem við gerum alltaf með samfélaginu, með almenningi, sem bara við, og svo lengi sem að sá stuðningur til staðar, að þá höldum við ótrauð áfram að berjast fyrir því sem svo eðlilegt, að fólk á flótta fái að lifa með sínum mannréttindum, alveg svo við og lifa við aðstæður sem að við myndum ekki sætta okkur við. Ég horfi rosalega mikið á þetta svona. Ég meina, þarna eins og á Skeggjagötunni, þarna voru bara aðstæður sem ekki manneskju bjóðandi, og ég hugsaði, ég meina, ég myndi ekki láta bjóða mér þetta, af hverju á ég að sætta mig við einhver annar búi við þessar aðstæður. Og það bara eins og með þetta allt, þannig að við höldum bara áfram. Og ég ætla bara að ljúka þessu með þeim orðum, held ég. Já, ég setti þetta á live-chatinu hérna, en þau spurningur úr það. Já. Í samvæði við ekki læra það snemma. Já. Í samvæði við þjónustu og aðstöðu við þá sem ekki komnir. Já. Það meira sálfræði þjónusta. Já. Þetta allt í hug, og eftir eitthvað svona grófa hlutfall af þeim sem að koma beint af til dæmis stríðssvæðum, eða sannlega hernaðarátök eru. Ég kannski ekki með neina tölfræði. Já, sorry. Spurninguna, því við heyrum bara í þér. Endurtaka spurninguna, fyrirgefðu. Þú varst að spyrja hlutfall þeirra sem að koma í leita vernd og að koma beint frá stríðsátökum. Þar sem eru yfirstandandi stríðsátök. Sko, stríðsátök eða erfiðar aðstæður, þetta náttúrulega, ég ekki með slíkar tölur. Ég ekki einu sinni viss að eina sem getur horft á í þeim tölum væru kannski upprunaland. Ég ekki viss að það sé skráð með eitthvað öðrum hætti, en það vissulega þannig, ég meina, við sjáum það til dæmis að það var mjög mikið af fólki frá Sýrlandi að koma, síðan nýlega hefur það verið fólk frá Venezuela, Afganistan, þannig að þar sem eru hræringar, þaðan fólk að koma. En svo náttúrulega líka þannig að fólk búið að vera kannski mjög lengi á vergangi, fara á milli staða og án þess að fá vernd, og þetta geta verið mörg ár þangað til að þú ert allt í einu komin til Íslands. Þetta náttúrulega mjög langt ferðalag, örugglega með mörgum stoppum á leiðinni, þannig að það erfitt að segja. En ég myndi alltaf segja að meiri hlutin sem að koma, þeir eru að koma frá annaðhvort átakasvæðum eða eru frá átakasvæðum og búin að vera lengi á vergangi. Ég held að það sé mjög lítið hlutfall sem að koma annars staðar frá. Já, eða flótta bara búin kannski
Já, svo eru flóttamann, já, ég segi að þau eru kannski búin að vera í flóttamannabúðum tíma og svo er náttúrulega kvótaflóttafólk sem kemur í boði stjórnvalda sem annar hópur flóttafólks. Það áhugavert hvernig okkur tekst alltaf að skipta fólki í hópa. Það fólk sem kemur í boði stjórnvalda, það þá að koma úr flóttamannabúðum annars staðar, búið að vera þar til dæmis bara árum saman. Það hefur þá fengið búið að fara gegnum ferlið og fengið stöðu sína viðurkennda, kemur svo í boði stjórnvalda og þá fær það út við að húsnæði og annað slíkt. Þannig að það kemur það fer það ekki gegnum umsóknarferlið hér og það fær miklu betri þjónustu, miklu betur haldið utan þann hóp og það mjög lengi búið að tala til dæmis að samræma móttöku af því það svo mikill munur eftir því hvaða leiðum þú kemur. En það bara, ég segi, það búið að tala það mjög lengi. Það ekki orðið raunin því miður. Þannig að það vissulega munur á milli fólks. Það ótrúlegt að meira segja á meðal flóttafólks einhver svona stigsmunur. Það svo ótrúlegt hvað okkur tekst að mismuna fólki. Alltaf. Það ótrúlegt. Þannig að þeir eru mjög ólíkir hópar. Hælisleitendur og svo þeir sem koma undir skipulögðu prógrami það sem fá það sem búið að leggja upp á því prógram fyrir. Já, þetta eru mjög mismunandi hópar. Það þá kvótaflóttafólk sem bara tekið bara nokkuð vel utanum og það lóðsað inn í íslenskt samfélag og svo ertu með umsækjendur alþjóðlega vernd sem hafa ekki fengið stöðu svona viðurkennda. Og það bara, það ekki eins og hægt að kalla þetta varla þjónustu, en það fer þá í umsóknarferli og þar fólk stundum árum saman. Það til dæmi, það alltaf verið að reyna að stytta ferlið, en við erum með dæmi fólk sem hefur verið árum saman í óvissu af því að það hefur ekki, málið þeirra hafi ekki klárast og þá ertu náttúrulega með rosalega skert réttindi til dæmis. Umsækjendur alþjóðlega vernd hafa til dæmis alltaf þurft að sækja leyfi til að starfa. Það ekki þannig að þú megir sjálfkrafa vinna á meðan þú ert í umsóknarferli. Þú færð bara þak yfir höfuðið í þessum úrræðum. Þú færð bónuskort, það sem lagt inn einstaklingur, rúmar held í 10.000 krónur á viku. Þú þarft að hafa samband til dæmis við Útlendingastofnun eða þú þarft að komast til læknis, þannig að þú þarft alltaf að fara í gegnum þriðja aðila og það bara til dæmi það að fólk hefur til dæmis óskað eftir að fara til læknis vegna þess að það mjög veikt. Svo bara liðið tíminn og það kannski búið að jafna sig og þá allt í einu verið að hafa samband og varst þú ekki að biðja að komast til læknis. Og svo náttúrulega það sem getur gerst eins og við sáum núna að Útlendingastofnun getur bara ákveðið að svipta þig allri þjónustu. Það voru, ég veit ekki hvort ég muni eftir, það var umfjöllun það núna að umsækjendur neituðu að fara í COVID-próf. Af því að leið þú varst komið COVID-prófið, þá var þetta brottvísaðir, þá var þetta að senda þig úr landi og svo það sé tekið fram að þá gerum við bara alls konar hluti eða við erum örvæntingafull og þetta var bara ein leið til þess að koma í veg fyrir brottvísunina. Og það sem Útlendingastofnun gerði var bara að svipta þau. Bara nú farið þið bara út á götu, þið fáið engan fjárstuðning lengur, þið eru bara bókstaflega á götunni. Og þeir sem voru það lengst voru það í rúma 3 mánuði. Þetta var síðan dæmt sem sagt ólögmætt. Þetta var kært og kærunefndin úrskurðaði þetta ólögmætt og skipaði Útlendingastofnun að taka við fólkinu aftur í þjónustu. Og það gott dæmi því að þarna var þetta niðurstaðan og það var bókstaflega verið að segja að þið gerðu eitthvað sem þið megið ekki gera og svo hugsaði maður, ok, og hvað svo? Það var engin eftirmáli. Þið eru búin að taka fólk og setja það á götuna, það búið að segja að þið voru að gera eitthvað ólögmætt, en það aldrei neins sem þarf að axla ábyrgð, það aldrei neins sem þarf að svara fyrir þessar hluti og það líka það sem svo ótrúlegt í þessu og eins og þetta bara svo margt að vera að takast á við kerfið og þið þekkið, en það þarf aldrei neina axla neina ábyrgð, það þarf aldrei að svara fyrir neitt og ég meina það minnsta sem hefði geta verið hægt að gera var að biðjast afsökunar. En það dettur náttúrulega ekki neinum í huga að gera eitthvað. Við erum, eins og var uppi á þenn, ég meina, við erum búin að
oftar en einu sem búið að tilkynna til nefndanum eftirlit með lögreglu, við höfum tilkynnt til umboðsmanns barna, við höfum tilkynnt til umboðsmanns Alþingis, við höfum tilkynnt til persónuverndar, alls konar hluti þegar verið að brjóta á fólki og það einhvern veginn kemur aldrei neitt út úr þessu. Það einhvern veginn bara, það alveg sama hvað, þó við sjáum einhvern veginn málin verða ótrúlegri og það verður að brjóta fólki með ótrúlegri hætti, þá bara, það þarf aldrei neitt að svara fyrir þetta. Þannig að, þetta erfið barátta. En sem betur fer, þá er þetta þannig að það eru, og við erum bara tilbúin til þess að halda áfram sem betur fer að berjast. Og ég segi við, þá bara sem samfélag, því að ég meina þegar það eru verið að vekja athygli á málum að við sjáum þar að samfélagið styður ekki aðgerðir yfirvalda í þessum málflokki og það líka alveg þannig að það örfáu skoðanakannanir sem hafa verið gerðar sýna til dæmis að fólk vill frekar að Ísland taki eða bjóði flóttafólk velkomið á Íslandi. Það eru fleiri sem vilja það heldur en þessar háværu raddir sem að vissulega beita sig gegn því. Þannig að það er bara, það sem það náttúrulega breyta er kerfið og en eins og segi, nú þetta nokkrir, til dæmis ráðherrar Sjálfstæðisflokksins sem eru búin að vera þarna árum saman og það virðist ekkert alltaf vera ein breyting á því þar sem þetta sama frumvarp komið aftur enn eina ferðina fram og alltaf versnara í hver skipti sem það kemur fram. En það var mjög langt svar. Svaraði mögulega fullt af spurningum í leiðinni. Já. Þegar flóttafólk kemur í boði stjórnvalda búin að fara í gegnum einhvern nálarauga og svo framvegis. Og veistu hvernig það gert? Er það bara einhver svona, er það bara handvalið einhver ég sem að sitja í þessari nefnd eða þessu apparati og heyrðu, þessi fjölskylda, hún lítur sæmilega út eða þetta gengur einhvern veginn svona fyrir sig? Og svo öðru lagi, finnst þér eftir þessa 5 ára baráttu, eftir að Sólarsamtökin voru stofnuð og svo þetta tíminn þar á undan. Skynjarðu meðal þjóðarinnar, ég veit ekki hvernig maður að orða það, skynjarðu meira umburðarlyndi hjá Íslendingum gagnvart flóttafólki sem kemur hérna á einum eða öðrum forsendum heldur en það var kannski fyrir 5 eða 10 árum síðan. Ok, fyrri spurningi sem það snýr að kvótaflóttafólki og hvernig það ferli fer fram. Já, þessi fjölskyldi valin, en ekki þessi. Hver ákveður og þetta bara handpikkað. Í rauninni, já, þetta rosalega, svolítið þannig. Þetta íslensk stjórnvöld vinna þetta í samvinnu, náttúrulega við Sameinuðu þjóðirnar sem að, eru í flóttamannabúðunum. En þetta vissulega þannig að það sem sagt send bara beiðni að taka á móti flóttafólki úr flóttamannabúðunum og það bara þannig eiginlega, það bara svolítið valið úr hverjir fá það að koma og sáum það til dæmis bara núna þegar fólki frá Afganistan var að koma. Og þetta bara, já, svo einmitt alls konar eins og segir, ferli sem fer af stað, það alls konar hluti sem eru skoðaðir og ég hjó einmitt eftir að það var sagt í einhverjum umræðum núna þegar var að koma fólk frá Afganistan að þetta tæki svo langan tíma þegar væri einmitt að ganga og skugga alls konar hluti og tjekka einhverjum svona hluti og þannig að það svona eins og sé eitthvað matsblað sem tikkað í og þeir sem að uppfylla þá einhver skilyrði að þeir eru þá velkomnir til Íslands og það bara eins og við höfum alltaf gert. Þannig hefur náttúrulega stefna íslenskra stjórnvalda verið alveg bara frá því í seinni heimsstyrjöldinni, sko. Það var mjög vel valið úr hverjir fengu að koma til Íslands og fengu að vera hér. Það bara svolítið eins og þetta hefur verið. Seinni spurningin varðandi
viðhorf gagnvart fólki á flótta, hvort að það hafi breyst á síðustu árum. Það svolítið erfitt að segja. Skoðanakannanir í rauninni benda ekki til þess og rannsóknir benda ekki til þess að viðhorfið sé orðið eitthvað jákvæðara. Og það svona kannski fyrst og fremst eins og til dæmis bara nýleg rannsókn sem var gerð á viðhorfi gagnvart flóttafólki og múslimum á Íslandi. Það viðhorf oft neikvætt og það bara vegna þess að umræðan hefur orðið þannig að við setjum bara saman sem merki, til dæmis bara milli hryðjuverkamanna og múslima sem auðvitað ósanngjarnt og ég meina þessar raddir eru mjög háværar og hvort það svo erfitt að segja hvort það aukist eða ekki vegna þess að ég held að líka þessi neikvæðu viðhorf, ég held að sé orðin mun sýnilegri heldur en þeim voru. Ég meina það var ekki þannig að þú varst kannski að básuna þín rasísku viðhorf eins og ekkert væri eðlilegra. En að mínum að þetta hefur það svolítið breyst síðan ég tengi alltaf við Framsókn og flugvallavinni þegar þeir fóru fram í borginni og hófu þessa umræðu hættuna af múslimum. Þannig að ég held að það sé eitt sem hefur breyst en því miður þá það þannig að rannsóknir sýna ekki fram á að viðhorfið sé orðið jákvæðara. En við vonum auðvitað alltaf það besta og við höldum áfram í rauninni að stuðla að því við sjáum það sem líka svo merkilegt í þessu og við fáum rosalega mikið af neikvæðum fréttum. Ég meina það miklu meira af neikvæðum fréttum heldur en jákvæðum þannig að þegar við erum alltaf að fá neikvæða hluti á okkur þá mögulega verður viðhorfið vissulega neikvæðara þannig að það vantar svo þetta að sýna jákvæðu hlutina. Þannig að eins og því ég nefna áðan að fjölmiðlar eru þetta mikilvægir í þessu líka. Ég meina pólitíkin mikilvæg í þessu líka. Og það vantar kannski það vantar þess að hópa svolítið með okkur í lið til þess að breyta þessu viðhorfi. Það getur við samt ekki maður oft svo gáttaður bara á fólki í kringum mann þessi viðhorf helvítismúslimar og hryðjuverkar og allir þessi helvítisfrasar og sína náttúrulega Já. En getur við samt ekki vonað og reikna með þetta gamla máltæki dropinn holar steininn að svona hægt og bítandi þróist þetta í einhverja rétta átt. Af því að það sem kannski bara vin og félaga sem eru með þetta viðhorf vel upplýst fólk og skýrt í kollinum og bla 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 eins og það. En svo kemur að því bara því að þessi með dekkri húðlit heldur en ég, þá þetta bara einhver stór hættulegur mál. Ég held ekki vantar ekki líka hvort sem það eru stjórnvöld eða félagasamtök annað og bara það vantar að upplýsa fólk betur. Í öllum trúarbrögðum eru til hryðjuverkamenn og ekki síst hjá hvítum kristnum svo framvegis. Að því hún nefnir þetta, fyrir ekki að ég gríp fram fyrir við erum að velta í fyrir okkur hvort það sé ekki hægt að breyta þessum viðhorfum og svona hægt og bítandi stuðla því að þau verði jákvæðari og þú nefndir að það eru vissulega alls konar hryðjuverka fólk og ekki síður hvítt eins og hún nefndir að þá nýleg rannsókn bara að því hún nefndir þetta að það vissulega þannig að flest þau hryðjuverk sem hafa verið framin frá 11. september 2001 eru af höndum hvítra öfgamanna en fjölmiðla umfjöllun hryðjuverk sem eru innblásin þá einhverjum trúarlegum viðhorfum fá 400% meiri umfjöllun í fjölmiðlum. Þannig að þetta þegar ég segi með að hvernig viðhorfin eru mótuð þá vissulega skiptir það mjög miklu máli og
fjölmiðlar og stjórnmál skiptir líka svo miklu máli í því samhengi. En líka bara til að svara því svo varst að spyrja með þessa breytingu á viðhorfum, þá vissulega sko, það þannig að fordómar og rasismi, þetta lærð hegðun, þetta allt lært. Við fæðumst ekkert með fordóma, þannig að það búið að kenna okkur og ef við getum lært fordóma eða rasisma, þá getum við líka lært það. Þannig að ég vissulega trúi því að það sé hægt að gera þessi viðhorf jákvæðari og í rauninni bara minnka fordóma gagnvart í rauninni jaðarsettu fólki og það bara til dæmis það sem við erum alltaf að reyna að gera og ég hef mér bara persónulega svo fyndið að því ég að tala hvernig maður svona fór út í þetta allt saman að sko eins og mér, ég sagði ég væri nýbúin að klára tómstund og félagsmálafræði og ég hef verið að sérhæfa mig í því að rannsaka hvað verður til þess að ungt fólk leiðist út í svona öfgahyggju. Þannig að þið sjáu hvað þetta komið sko langt. Ég var á sko allt annarri vegferð einhvern veginn í lífinu. Nú það sem að skiptir mestu máli að hvernig get ég stuðlað að því að næsta kynslóð þurfi ekki að upplifa hana sama viðbjóð, hvernig get ég lagt mig að mörkum og það kannski líka svona svolítið hugafari sem maður hefur tamið sér að allt þetta neikvæða, allt þetta, ofbeldi, áreiti, ég hugsa alltaf bara hvernig get ég umbreytt því í eitthvað jákvætt, hvernig get ég nota mína reynslu til þess að stuðla að einhverjum jákvæðum breytingum, þannig og ef ég myndi ekki trúa því að það væri hægt, þá náttúrulega, þyrfti ég mögulega endurskoða bara það sem ég að gera. Þannig að ég vissulega sannfærð það að það sé hægt og við auðvitað bara verðum öll að gera það saman. Það ekkert ein manneskja eða ein samtök sem getur stuðlað að því. Þetta samfélagslegt verkefni. Þetta allt samfélagslegt verkefni og svo lengi sem við erum tilbúin til að gera þetta saman, að þá trúi ég því bara 100% að þetta verði betra. Talandi þetta sko, bara viðhorfsbreytingu sem tekur einhvern óratíma og það gengur auðvitað allt og hægt finnst manni. Við skulum klára útsendinguna. Já. Við viljum halda áfram. Þannig að bara ekki segja bless. Ok. Bara afkynir. Þá þakka ég fyrir mig. Við segjum þetta gott í bili og bara ég alltaf til staðar ef fólk vil ræða þessa hluti eitthvað frekar.